Það Toyota á Selfossi sem býður hlustendum Suðurland FM upp á fréttir og fróðleik úr hestasportinu. Já, og þá í hestasportið, það auðsveitardildin sem við ætlum svona helsta ræðum í augnablikinu og gott betur en það, en já, núna á föstudaginn þá fór loka umferðin fram í auðsveitardildinni og kom í ljós hvaða lið stóðu uppi sem sigurvera. Það var Vesturkott og línuna komin hann Þóran Ragnarsson, liðstjóri Vesturkott. Heill og sæll félagi. Áblessar. Hvernig hefur það? Ég er bara gott. Þú ert væntanlega sáttur með það að þið stöndu uppi sem uppsveitameistarar þetta árið, liðið þitt? Jú, það var bara gaman sko. Já. Kannski fyrir hlustanda sem ekki veit, þessi uppsveitadeild, hvernig er hún búin að svona ganga fyrir sig? Þetta Logi, Trausti og Smári sem að halda þessa deild. Og keppt í 4 greinum og það er svona stiga keppni upp að einstaklings og liða svona svipaði í meistaradeildinni og öðrum deildum. Já. Og svo safnast í og eftir alla greinarna þá eru einhverjir, það er einn einstakling sem vinnur einstaklingskeppni og svo eitthvað lið sko. Já, nákvæmlega. Og já, það var allan að lokaumferðin á föstudaginn og já, í hverju var keppt núna síðasta föstudag? Það var keppt í Tölti og Skeiði. Já. Skeiði bara í gegnum húsið. Já. Þannig en fyrir móti var eitthvað að vita hvaða lið myndi, voru þið nokkuð orðnir öryggi sigurvera fyrir móti? Við vorum með eitthvað smá fórskutandi og svo gekk bara mjög fínt hjá öllum lokakvöldið og þannig að það endaði svona sko. Já. Kannski aðeins að Vesturkotts liðinu, hvaða höfðingjar eru þarna voru með ykkur á þessu tímabili? Með okkur liði? Já. Það voru Guðjón og Hanni. Þau eru bæði að vinna hérna í okkur í Vesturkoti. Og eru bæði þrælseg sko. Já. Og við keftum í öllum greinunum við 3. Já. Og og Hanni var 4. í 5 gangnum og 3. töltinu og Guðjón var í 3. til 5. seti og þau í 4 gangnum. Já, þannig að það þegar við allan farið heim stoltir af móti. Já, þetta er bara mjög vel og þetta er mjög skemmtilegt að nöfra. Það er svona áhugi fyrir sveitinni og mætir alltaf hellingur hólki að horfa og létt yfir þessu, finnst manni sko. Okay. Þetta er mjög skemmtilegt brann frá. Já, en nú þetta það auðsveitadeildin, það er nú ekki langt síðan að hún fór af stað og svona áhugin fyrir deildinni, hún virðist alltaf vera meira og meiri og þetta virðist vera alltaf vera meiri keppni eftir sem líður á. Já, ég held að sé svona kannski fleiri knappar að keppi þessu núna heldur var sko. Og það hefur verið þrælgóður hestar enn gegn tíðina að keppt sko. En hvað svona þegar þið fóruð inn í deildina, voruð þið búin að undirbúa ykkur eitthvað mikið saman? Já, við erum náttúrulega að vinna alltaf daginn saman og þannig að við erum náttúrulega svona í góðri stöðulega aðstofa hvort annað. Já. Og þannig að það er náttúrulega bara svona dagstæðlega bara verið að undirbúa þetta svona eitthvað. Já. En í einstaklingiskeppninni þar Sigurðan Matthías Leó í heildarstigakefni með 82 stig og svo varst þú þarna í öðru með 80. Þetta er hrikalega numt á munum. Já, það munnaði svakalega lítið að bara fyrir lokasprettin hjá honum þá var ég með þetta. Já. En það gæti minni en hann var frábær heldaður og dröllur hefur Matti sko. Já. Og lið Söpbauð þeir fylgdu mitt fast á fætur ykkur, þið sigruðu með 198 stig og þeir voru í öðru með 187. Já, og Bjarna með þeim líka og Guðjón Sigurli. Og Bjarni alltaf með þrælgóður orð og þórumstöðum. Já. Það er búin að vera í þessu del lengi. Já. Það er mikið reynsla. Og þeir keppa bara í mittastöðunni líka, Matti og hann. Já. En fyrir utan þessa deild, þú ert væntanlega ekki búin að vera hér og þar með hesta. Það er mikið að vera hjá þér, eða ekki? Jú, það má vera að keppa í meistaradeildinni og loka kvöldið í sín núna á föstudaginn. Og ég mætið keppi þær í 12. skeiði. Já. Og ætla að fara með annar hringforbundustöðum sem ég var með þarna upp frá í tjöldinu.
Og já, kemur öflugur inn í deildina eða ekki, meistaradeildina? Jú, maður vona það. Já, en hvernig náðuru á Laugardeinum þarna, gæðingarskeiðinu 150 metra? Ég ákvað bara að ríða stökki þótt að verður að keppa skeiði. Já. Og það var eitthvað ekki lagðist ekki ná vel í þá sem var höggunum, sko. Nei, nákvæmlega. En hvernig fannst þér svona keppnin núna á Laugardaginn? Keppnin var gríðarlega sterk og frábær kjarkur hjá honum konna í gæðingarskeiðinu. Það er náttúrulega einstakur gæðingur og þeir eiga vel saman. Já. Og þeir voru svona í tímisjaflokki fannst mér í gæðingarskeiðinu og svo Siggi Matt og helviti sterkur í 150 með hans skjóta. Já, nákvæmlega. Að fylgjast með gæðingarskeiðinu og 150 metra skeiðinu, maður veit eiginlega aldrei hvað maður er að lappa úti því að þarna eru engin dómarar, heldur þetta bara svo á dagsformið á knapanum og hestinum eða ekki? Jú, þetta er náttúrulega dómarar í gæðingarskeiðinu og það er svona kannski meiri tækningrein en skeiði er náttúrulega svo sem alltaf þannig að annarkvort gengur það svolítið bara eða ekki. Já. Og það er náttúrulega frábærlega gaman keppskeiði og mann er svona sýnst að áhugi fyrir því að keppi skeiði og vera með skeiðast. Það er aukist svona sýnst ár. Sem mann sýnst. En á föstudaginn þá var keppt í tölti og flugskeiði og já, svona staðan í meistaradeildinni hún er svo lygilega jöfn bæði hjá eiginlega liðum og einstaklingum. Er þetta ekki bara að fara að ráðast núna hver verður meistari í einstaklingskeppninni? Jú, það er náttúrulega 3-4 sem geta unnið einstaklingskeppnina. Já. Og ég held að ég og Bergur Jónsson eigi eftir að landa sig við þarna. Já, og heldur að Bergur komið þarna öflugur núna? Já, hann er bestur. Hann er bestur, engin spurning. Já. Nákvæmlega. Hann segir það sjálfur. Já, hann segir það sjálfur. Já, þá er hann allan örugur. En fyrir hlustandana það er náttúrulega núna sem sagt verið að fara að keppa í tölti og svo náttúrulega er keppt líka í flugskeiði. Hvað er flugskeið? Flugskeið svona, sko, úti er það kannski yfirleitt 100 metra skeið, sko. Og þetta er náttúrulega svona svipað 100 metra skeið nema að það er svona aðdraðanir frjáls og svo bara tími á skeiði, sko. Engin aðdraðandi eða þú veist ekki stökk fyrir eða svoleið, sko. Og þá er þetta náttúrulega bara spurning hvaða hestur fer hraðast á skeiði. Já. Og er náttúrulega mjög áhrindavænt held ég svona í gegnum hús. Þetta er svona spennandi og skemmtilegt að horfa þetta. Já, fólk ætti að tryggja sig miða væntanlega tímalega því að þetta er loka keppnin og það er náttúrulega, það er reyndar mikið að plásið ekki í samskipahöllinni eða? Jú, ég held að komið nú fyrir tölvölda fólki hérna og en ég held að ljóti að verða hellingur hótt hérna. Að fólk ekki geta láta sér vanta sem að hefur áhuga að sjá góður hross. Nei, nákvæmlega. Já, það verður nóg að þeim hana. Hefurðu fylgst eitthvað með öðrum deildum núna í vetur? Ég hef fylgst með KF-deildinni fyrir norðan, hún er að horfa hana í gegnum netti. Og það er alltaf frelsbæk kross þar. Og ég aðeins fylgst með Suðurlandsdeildinni hérna. Já, það var skemmtileg nýjung hérna á Suðurlandssvæðinu. Já, það var svona blanda áhuga manna og atvinnumannkefni. Já. Og ég held að það sé ábyggilega komið til að vera. Við erum áhuga fyrir því og ganga vel, sko. En hvernig hefur fundist svona KS-deildin? Það er náttúrulega loka kvöldið er núna bara á miðvikudaginn. Já. Og það er svona, það er ekki ennþá orðið örugt hver stendur uppi sem sigurvegari þar? Nei, það er hún Helga Unna, liðsfélagi minn úr Rýmnisliðinu í meistaradeildinni, er held ég öðru og Þóra Neymundsson eftir. Já. Það verður svolítið spennandi að sjá hvernig það fer. Já. Það væri gaman ef að Helga myndi taka það. Já, nákvæmlega. Það verður íslandsmeistarann í svona skeiði og það er góða meir í slagtamtöld, þannig að ég trú á henni því. Já, engin smög, þú náttúrulega. En kannski aðeins að þér sjálfum, ert þú með eitthvað uppáhaldshest sem að þú vilt eiginlega helst alltaf vera á? Það er svona tveir, það er hann Hringur og Spunni frá Östgöti. Já, nákvæmlega. Það eru langbæstu hestarnir í mínum huga, sko. Já. Og þú ert búin að vera viðloðin hestamennskunum veit maður lengi, hvenær byrjaðu? Byrjaði ég í hestunum? Já. Ég bara síðan ég mann eftir með búin að vera eitthvað á Hersbæki, sko. Já.
að pappi var mjög duglegur að fara með á hestbak alltaf og ég vildi vera að brasa á hesti eitthvað, bara eins mikið og ég gat frá því ég man eftir mér sko. Já. Og svo hefur það bara smá undir upp á sig svona, maður fór í hólaskóla og svo búin að vera reyna bjálfast að vinna þetta eitthvað síðan sko. Þórarinn Ragnarsson, þakka að kella fyrir að gefa okkur tíma. Þú spáir Bergi séu vera meistaradeildarinnar? Já, ég verð að veða Berg. Já, auðvitað. Bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir. Takk fyrir. Blessaður. Já, loka kvöld meistaradeildarinnar fer fram náttúrulega núna á föstudagskvöldið næstkomandi í Samskipahöllinu og hefst klukkan 7. Það er keppt í tölti og flugskeiði. Nú staðan í meistaradeildinni þannig að toppræti leiðir í liðakeppninni með 329,5 stig, svo er það Hestvit, Árbakki og Svarthöfði með 270,5, Gangmillan í þriðasæti með 269 stig, svo er Auðholts hjálega í fjórðasæti með 200, Heimahægi í fimmtasæti með 193, svo kemur Lýsi Ottóll Þjóðhóðsægi með 176 stig, Ganghesta Margrétahof með 175,5 stig og Hrýmnir Exporthestar með 161 stig. En einstaklingskeppnin er hrikalega jöfn. Jakob S. Sigurðsson leiðir með 33,5 stig, Eirín Holst í öðru með 30, Árni Björn Pálsson í þriðja með 29, Bergur Jónsson í fjórða með 28, Teitur Árnason með 25, Guðmundur F. Björgvinsson með 23,5 og Konráð Valur Sveinsson með 19. Svo Sigurður Matthíasson sem við heyrum hérna upp úr 10 í kvöld með 18,5 stig. Það er hægt að sjá þetta allt inn á meistardeild.is, en það var náttúrulega keppt núna í gæðingaskeiði og 150 metra skeiði og það var hann Sigurður Vignir Matthíasson sem sigraði í 150 metra skeiði á tímunum 14.88, svo var Teitur Árna í öðru sæti og Davíð Jónsson í þriðja. Við förum að nánar út í það síðar og í gæðingaskeiðinu það sigraði Konráð Valur Sveinsson með aðalenguna 8,38, svo var það Teitur Árnason í öðru með 7,96 og Sigurður Sigurðsson í þriðja sæti með 7,88. En loka úrslitin í uppsveitadeildinni var nú þannig að Vesturkot sigraði með 198 stig, Subway í öðru sæti með 187, Kilhraun í þriðja með 140, Kjóastaði 3 í fjórða sæti með 119,5 stig, Baldvin og Þorvaldur með 110, Jáverk með 98 og Sóleyjabakki með 58,5. Matthías Leó Matthíasson sigraði keppnina með 82 stig, Þórarinn Ragnarsson var í öðru sæti með 80, hann er Smíðisang í þriðja með 62 stig, Bjarnar Bjarnason í fjórða með 58, Hans Þór Hilmarsson var með 57 stig og Guðjón Örn Sigurðsson með 56 stig og Óskar Örn Róbjörnsson með 54 stig, svo kemur Guðjón Sigurðsson með 34 stig. En það er þetta að sjá öll úrslitin á reiðhöllin.is. Svo loka kvöld KS-deildarinnar núna á miðvikudaginn kemur og það er nú heldur betur þannig að það er spennan. Hrýmnir eru toppnum með 158 stig og svo er það Hofstorfan 66 gráður norður með 119, Draupnir Þúfur með 101,5, Íbres topprættir með 98, Mústad með 85,5, Tím Jötun með 78,5 og Lífland með 72,5. Þórarinn Eymundsson leiðir einstaklingskeppnina með 64 stig, Mette Mannesson með 53, Helga Una í þriðja með 52, svo kemur Gústaf Áski með 44, Bjarni Jónasson með 41 og Ísól Lindahl með 37. Fandís Viðarsdóttir með 33, Finnbogi Bjarnason með 32, Flósi Ólafsson með 31,5 og Elvar Einarsson með 31. Og lokakvöldi fer fram núna miðvikudaginn í Svaðastaðahöllinni á Sauðárkróki og hefst klukkan 7 og þar er við keppt í slagdaumatölti og skeiði. Þú varst að hlusta á fréttir úr hestasportinu í boði Toyota á Selfossi.